Góðan daginn. Snorri Freyr Þórarinsson heiti ég og mig langar að fá að kynna fyrir ykkur mína viðskiptahugmynd sem eru riðvarnir og riðbætingar. Hugmyndin er að opna verkstæði á Akureyri sem sérhæfir sig í riðvörnum og riðbætingum ásamt því að sinna sem uppfyllingarverkefnum, sprautun og mössun á lakki. Hugmyndin kom nú þegar ég var að hugsa út í tækifæri til þess að fylla upp í dauðan tíma hjá mér á verkstæðinu mínu og hefur eftirspurnin verið mikil. Oft fólk að spyrja hverjir eru að sjá um riðvarnir á Akureyri og það er nú engin í því. Nöfnin GSR Riðvarnir kom í hugann þar sem að samstarfsfélagi minn heitir Gauti og ég heiti Snorri. Riðlausnir líka, en ég ákvað að nafnið yrði Riðbætingar og varnir þar sem að við erum líka með lakkvörn sem að við erum að bjóða upp á. Ég myndi hafa þetta einkahlutafélag þar sem að það hentar mjög vel fyrir smærri og stærri fyrirtæki. Þannig að ef þetta tækist á loft og færi í einhverja stækkun að þá væri ennþá hægt að notast við einkahlutafélag og líka það að ábyrgðin takmarkast við hlutafjáreininguna þannig að við værum ekki að setja mikla ábyrgð á okkur sem eigendur. Það þyrfti að vera með iðnaðarbíl og lyftur og verkfæri og búnað. Hins vegar væri hægt að byrja þetta ódýra máta með að notast við verkstæði sem að ég er með nú þegar og byrja á þetta sem svona uppfyllingu og svo þegar maður segir þetta stækka þá væri hægt að útvega húsnæði. Þetta er ákveðin endurnýting að lengja líftíma bíla með riðvörn og riðbætingu, að taka eldri bíla sem eru byrjaðir að riðga og gera við riðið í þeim og þar af leiðandi lengja líftímann og þá er ekki verið að endurnýja bílana eins oft og það er náttúrulega ákveðin sparnaður og ákveðin náttúruvernd. Efni sem að notast í riðvarnir er unnið úr ullafitu. Það er ekki mengandi, hefur ekki mengandi áhrif á náttúruna og er þar af leiðandi náttúruvænt. Ef við förum aðeins hérna yfir canvasin, svona eldsnöggt, að númer 1 væri virðisauki að það er að bjóða upp á faglega riðvarnir sem að lengja endingartíma bíla því að bílar eru orðnir dýrir í dag og mikla fjárfestingar fyrir fólk sem er að kaupa nýja bíla og það tryggir bara það að bílarnir haldist í betra standi í þessu íslenska loftslagi sem við bjóðum upp á. Viðskiptavinahópanir, það eru eigendur bíla eins og eldri bíla, bara þeir sem vilja verja bílana sína og lengja líftíma þeirra og við værum náttúrulega svolítið að herja á bílasölunar að selja þetta sem viðbótarþjónustu með nýjum bílum, gefa þeim gott verð fyrir það. Dreifileiðirnar, þær eru það helst vera með sýnilegt verkstæði, vefsíða með bókunarkerfi, samstarf við bílasöluna þannig að þeir fara að auglýsa fyrir fólk sem er að kaupa nýja bíla og ásamt því að auglýsingar á samfélagsmiðlum eru nú bara orðnar sterkastar í dag, hvort sem það er á Facebook, Instagram eða jafnvel TikTok. Samskipti og tengsl, vera með persónulega þjónustu, faglega ráðgjöf, vera með einhvers konar afsláttarkerfi þar sem að við tryggjum að viðskiptavinurinn kemur aftur eftir ár í eftirfylgni, gefa þeim betri kjör, svoleiðis. Tekjustreymið, það er nú bara sala á riðvarnaþjónustu, hvort sem það er einstaka þjónusta eða pakkaþjónusta, bæta eftirfylgni með. Svo væri hægt að vera með viðbótarþjónustu sem að er þvottur eða undirmálun. Lykilauðlindir, nú er náttúrulega verkstæðist aðstaða með góður í loftræstingu og tækjum, riðvarnarefni og efnavörur sem við þurfum að eiga. Lykilverkþættirnir væru hreinlega bara það að veita góða þjónustu og passa að gæðin séu rétt, vinna undirbúningsvinnuna vel og framkvæma riðvarnirnar eftir miklu eftirliti og gæðastöðlum. Lykil samstarfsaðilar eru bílasalar á Akureyri og nágrenni, Byrgjarnir og jafnvel tryggingafélögin. Kostnaðaruppbyggingin, það er náttúrulega leiga eða kaupa húsnæði, kaupa efnum og búnaði, laun starfsmanna,
markaðssetning og auglýsingar, tryggingar og leyfisgjöld. Þetta svona helsta í kostnaðaruppbyggingunni. Ef við förum aðeins yfir SWOT-greininguna, þá þekkingin góð í styrkleikum. Kunnáttan, ég hef sótt námskeið varðandi riðvarnir, með mikla þekkingu á bílum, búin að starfa við bíla og bílaverkstæði í 6 ár. Starfsmennirnir eru áhugasamir hjá mér. Það til bílalyktur, það til tæki og búnaðir til þess að sinna þessum riðbætingum og riðvörnum. Veikleikarnir, þeir eru náttúrulega það að ef við færum í nýtt húsnæði þá þyrfti tækjabúnað og efniskostnað og við höfum ekki reynslu af verðlagningu í riðvörnum eða riðbætingum. Ógnanir, það eru náttúrulega samkeppninnar, möguleiki að einhver verkstæði sjái sér gott mót að bjóða líka upp á riðvarnir. Sala á bílum staðnar, það nú verið að hækka skatta núna áramótin og þá möguleiki á því að færri fari í það að kaupa sér nýja bíla. En tækifærin eins og staðan í dag að það mikil sala í bílum, það hægt að gera gott samstarf við bílasala, það engin samkeppni á Akureyri og bílar eru orðnir það dýrir í dag að fólk vill gera sem mest til þess að verja bíluna þannig þeir endist. Markhópanir, það eru náttúrulega bara bifreiðaeigendur og á Akureyri eru 28.541 bifreið eins og ég segi, á Akureyri samkvæmt Samgöngustofu. Frá Blönduós og að Húsavík eru 13.706 bílar og á Austurlandi eru 12.820 bílar. Þannig að markhópurinn í rauninni Norðurlandið og jafnvel Austurlandið líka og herja á bifreiðaeigendur þar sem að þetta vörn fyrir bíla. Svo einfalt það. Lykilatriði í rekstri hjá mér síðustu 6 ár að vera með góða framkomu, koma vel fram, vera kurteis, snyrtilegur til fara og hreinlæti á verkstæðinu. Það lykilatriði að hafa hreint og flott í kringum sig, koma vel fram og veita góða þjónustu og vera kurteis. Veita góða þjónustu og vera tilbúin í að sinna þjónustunni sem að fólk að leita eftir. Alltaf kemur upp einhver verk sem þú getur ekki sinnt, þar sem að þú ert ekki að veita þessa þjónustu. Hafa gæðin í lagi, fylgjast vel með hversu vel verkin eru unnin, veita góðar upplýsingar vöruna og þjónustuna sem þú ert að veita og fræða kúnnan og vera sveigjanlegur. Það hjálpar oft að fá kúnna að vera sveigjanlegur, að geta bjarga þeim hér og þar þótt að það sé svona erfitt og þröngt. Það hjálpar afskaplega mikið til þess að fá kúnnana aftur. Vera með skilvirkni, að vera með gæða vöru, góða endingu, fylgja eftir verkunum sem þú ert að vinna. Bara þetta í lagi, þess vegna myndi ég vilja bjóða upp á ársfresti skoðun og vinna með samvisku sinni. Hafa starfsmennina jafn launaða, bara launaða eftir kunnátt og getu, ekki vera að gera kynjamismun, að konur geta unnið þetta verk rétt eins og kallar og veita sömu framkomu við alla starfsmenn. Þjónusta alla, konur og karla, gamlir eða nýir bílar, ódýrir eða dýrir bílar og alltaf vera með sama metnað í hvert verk, sömu gæði. Eina sem að stýrir hversu góð gæðin eru hvað fólk tilbúin í að borga og hvað þjónustu það velur. Og af hverju að fjárfesta í mér? Ég búin að vera 7 ár í eigin rekstri, ég menntaði bifvélavirki, ég hef mikla þekkingu og mikla reynslu að bíða. Ég hef góða framkomu, góður í samskiptum, vill þjónusta eftir bestu getu, kurteis og snyrtilegur til fara og ég mjög samviskusamur. Ég vill að öll verk séu vel unnin, gæðin á öllum verkum séu góð og að við komum jafn fram við
við dýru bílana eða kúnnana sem eiga dýrari bíla, dýrari tæki og fólki sem á ódýrari bíla. Takk fyrir mig.